Góðan dag, gott fólk. Þetta er Sævar fyrir aftan mig. Ok. Allavega. Dagurinn í dag var ágætur. Ég var veik í... Sævar. Þetta er svona virkilega ekki verið að þessu. Ég gerði þetta óvart. Þetta sem háa það. Ok, allavega. Frá Sævar. Þetta óvart. Ok, allavega. Hann gerði þetta óvart, segir hann. Æ, Sævar. Nóla, hann fór að spila í PlayStation. Já. Getur þú sýnt þetta? Nei, ég get ekki tekið skjáin svo nótt, sko. Webkamið er fast með skjáin. Svolítið vesen. Þú getur ekki sýnt mér. Sævar. Takk. Heyrðu, allavega. Ég var veik í gær, þannig núna verð ég að koma aftur í skólann. Sem svolítið fúlt að því að það voru ókeypis pipakökur í gær. Fyrir mig og Guðrúna í kafé-prófílnum. Þetta er svolítið, ég nenni ekki að útskýra hvað prófíl er ennþá. Eða þú veist. Ég segi. Gunnar tók loksins bækurinn síðan tilbaka, ég ránaði því. Gunnar var först með svona, tvær svona þykkar bækur í skápnum mínum upp í skóla. Og það sökkar, því það er ekki svo mikið pláss í skápnum mínum. Og svo tvær svona þykkar A4 bækur. Það er teljast líka. Allavega, tók það loksins svona. Og við vorum eitthvað, sko fyrst fóru... Æ, Sævar. Allavega. Svo eftir skóla, það fóru fóru ég og Petra heim til Petru, Jónsson. Og hérna... Þú ert heima hjá Petru? Já, ég er fyrst heima hjá Petru núna. Allavega. Og hérna... Svo fóru Gunnar, ég og Hannes, bróðurinn af Petru út, við ætlum að fara í fótbolta og Petra nefndi ekki. En við fórum að spila bandi í staðinn, af því að fótboltinn var svona flatur. Allavega. Og hérna, það var svolítið gaman, ég fann svona hraðmælisskilti út á götu. Það var ekki fast við neitt. Hvað er það? Ég vildi taka það heim. Geturðu sagt hvað það er? Nei, ekki núna. Jú. Allavega, ég vildi taka það, þú veist ekki frá vinja með Sævar. Allavega, ég vildi taka það heim en mér datt ég að það getur verið ólöglegt, þannig að ég hætti við í bili. Ég veit ennþá hvað það er, þannig að ég er bara að hugsa mig sko. Allavega. Þetta var rugl. Og þetta er allt rugl í þessum heimi, Sævar minn. Já, þú ert mest rugl. Þú kannst einu sinni ekki að spila, hvað heitir það? Hættuspili. Ég kann það núna. Nei. Svo fórum við inn og ég fekk mér loftkökur heimagerðar og það voru góðar. Sem sprengjast. Allavega. Og ég, Gunnar, Sævar, Hannes og Petra. Við fórum að spila hættuspilið. Ég þurfti að byrja og ég kunni það ekki. Og ég var úrslega bara að læra því ég var að gera og það var gett svona hei, þú hefði getið gert þetta. En það voru seint núna. Ég bara alveg, gat ég gert þetta? Gett svona úrslega eins og hálfviti. En það er allt í lagi. Því ég er Sibba. Ég er með gleru. Þá er allt í lagi. Þegiðu Sævar. Einhverju. Svo... Sibba er ekki góð og ég er í Tony Hawk. Jú. Sýndu mér þá. Gerðu nokkuð kickflip úti. Eftir smá. 6 kickflip í röð án þess að lenda á milli. Hvað er það? Það skiptir ekki málinu. Allavega, svo er Silvía fór að koma eftir 2 daga á laugardaginn. Það verður yndislegt. Þannig er Petra kom inn. Hæ Petra. Hún er svolítið feimin. Allavega. Feimin. Æ, Sævar, ussi smástund. Hún er feimin. Og hérna, en ég samt veit ekki hvort hún kemur með morgun eða kvöldflugi. Ég anda eftir að fá að vita það sko. Við erum að fara að sækja hana, það er svolítið vesen. Og það er eitthvað Obama í Köpen, þannig að það verður ógeðslega mikið vesen að fara þangað og tilbaka. En við tökum lest, þannig verður alltaf leið. Sævar, ussi smástund. Ég ætla að segja brandara. Á eftir, ég lofa, þú getur fengið að segja hana á eftir. Í vídeónu. Gera það. En ok. Og svo er pappa að fara að sækja mig eftir. Taka mig heim. Greið. En það er hlæg, eftir ég fikk tyggjó, svo. Þetta er tyggjó. Það er svona stórum póka. Úr rassapapókanum.
sem við köllum það hérna. Ok, þetta er tyggjói rassapapóka. Takk fyrir það, Sævar. Heyrðu, en þetta var nóg fyrir daginn dag. 5. dagurinn, 8. dag, 9. Nei, þú getur sagt framdar eftir smá, ég lofa. Desember. Nei, byrju. Það er víst 10. September. Nei, það er ekki september, ég held það, allavega. Allavega, 2012. Nei, sér svo. Við sjáumst. Verið í sæl. Ok. Verið í sæl. Aldrei. Allavega. Sjáumst.